Komið sæl, sjáum hér stöðuna, það eru eiginlega tvö kerfi sem stýra veðrinu hjá okkur, það er þessi hæðasvæði eða hæðhryggur hér yfir austurhluta landsins og síðan er nokkuð myndarleg lægð hér á vestanverðu Grænlandshafi og þessi tvö kerfi svona beina hér svona nokkuð stífum vindi, suðaustanvindi yfir suðvesturhornið, búið að blása svolítið hér á suðvesturhorninu í dag og einnig fylgdi eitthvað svifryk með þessu og líklegast frá söndunum hér á Suðurlandi og svo kannski eitthvað í nærumhverfinu. En hæðin hún tekur yfir núna næsta sólarhringinn eða svo og verður mjög fínt veður hjá okkur næstu daga. Sjáum við hitasviðinu að það er smá saman að hlýna hjá okkur. Þannig að málu reikna með að hitastigið verði víða yfir 10 gráður svona þar sem best lætur og jafnvel upp í svona 13-14 gráður. En ef við skoðum hér stöðun í kvöld að þá mun lægja smá saman í nótt líklegast og þá verðum við laus við þetta svifryk og svona einhvern tímann í nótt eða fyrramáli ætti nú að vera nokkuð hreint loft hér yfir höfuðborgarsvæðinu. Sjáum að það verður nokkuð afgerandi bjart víða, kannski skýjað með köflum hér vestast á landinu í fyrramálið og síðan verður nú, það lítið þrýstilínur þannig að það verður hægur vindur áfram allan daginn og bjartviðri víðast hvar og fínasta veður og eins og fyrir sagði gæti hitinn farið svona jafnvel upp í 14 gráður þar sem best lætur. Síðan gerist nú ekki mikið það næstu nótt en hins vegar svona kannski aðfarnótt þriðjudags þá fer vindur svona aðeins að halla í svona vestanátt, suðvestanátt hér vestast og þá gæti komið inn einhver þokuský og jafnvel einhver þokusúld svona með köflum við ströndina, vesturströndina á þriðjudaginn. Annars mjög gott veður, það verður þá mun svalara í þokuloftinu en svona inn til landsins og víðast hvar hérna fyrir austan bjart og fallegt veður og hlýtt. Nú það verður svona viðvarandi skýjað má segja svo eftir það á vestanverðu landinu og við getum sagt svona smá súld af og til þar og þar lendi verður hitinn talsvert lægri en annars staðar hér fyrir austan. Það eru áfram blíðskapar veður og vel yfir 10 gráður og einnig á sumardaginn fyrsta lítur vel út svona víðast hvar en hann náttúrulega verður áfram svolítið skýjaður hér vestan til á landinu og máli reikna með að dropa eitthvað svona kannski í þokusúld en sjáum að hitatölur kannski aðeins að lækka en það er kannski við skoðum svona aðeins lengra fram í tíman þá sjáum við að það er svona breyta staðan í lok vikunnar. Það er heimskautsloft sem að svona nálgast okkur og það ætti þá að kólna eitthvað svona í lok vikunnar hjá okkur en við sjáum að það er hár þrýstingur áfram og hæðarhryggur þannig að það verður ágætis veður alveg fram í næstu viku hjá okkur. Sjáum að það eru svona aðalega hér í austurhlutanum og svo hérna í suðurhlutanum þar sem eru skúrir í Evrópu og búið að regna mikið hér í Þýskalandi, Pólandi og í Oslo í dag en það ætti nú að letta þar til en fínasta veður og jafnvel svona vel yfir 25 gráður hérna og Íberíuskaga óskubælur hiti hér Kanaríum og síðan er hæð hér sem er nokkuð mikil í austurhluta Norður-Ameríku og svona nokkuð svalt loft sem kemur hér í norðvestanátt hér í norðausturhlutanum. Svo sjáum við hér í lægð við vesturströndina og það mun rigna þá í San Francisco á morgun og síðan er síðst Flóridaskaga skúraleiðingar. Annars er nú fínasta veður víðast hvar. En á morgun hæglætis veður, þar sem lægir í nótt, suðaustanstrengurinn dettur niður í nótt og verður fínasta veður næstu dag hjá okkur og sérstaklega þá fyrir austan, þar sem verður mjög bjart lengst af í næstu viku. Látum þetta gott heita, verið sæl.